Túrbínan er komin í hús. Fekk hann í pósti í dag. Og svona sem er að möndla hérna við downpipið. Ætlaði að sjóða upp á boltana og reyna á þeim af. Og ég svo sem sauði upp á þá. En þeir snýrust bara í sundur, þetta var allt svo fast. Þannig ég endaði bara á því að bora þetta út. Og ég hugsa jafnvel bara að setja bolta í gegnum þetta. Ég held að það verði allt í góðu. Þannig að það er hérna svolítið pakningaleifar á flánsinum sem fyrir upp á túrbínuna og taka þetta og skafa þetta upp og gera þetta tilbúið til þess að komast upp á túrbínuna. Svo það er nú eitthvað að taka til á borðinu áður en ég fer að taka þetta upp. Ég ætla ekki að setja nýju túrbínuna beint í svarfið og geði. Hún er ansi föst hérna pakningin á gamla. Það er ekkert alveg að gefa sig. Þannig að náðum bara í svona eina fína skífu. Hún er heldur fín þessi, ég man ekki alveg hvað hún er gróf en þetta er mjög svona létt. Ég er að taka bara svona létta yfirferð á flánsinn, ná pakningunni niður á þess að fara neitt niður í sjálft rörið. Búinn að taka báða flánsana létt með sandpappírsskífunni og það bæði reiðið farið að fara svolítið niður í efnið og svo var líka bara pakningin föst þarna að hluta til. Síðan var alveg ennþá á þessu. Búinn að kíkja yfir þetta, þetta planar allt vel þannig að ég hef hvergi slípað þetta neitt of mikið eða eitthvað þannig. Nýja pakningin klessist vel þarna á milli. Það verður ekkert vesen. Ég gat ekki beðið lengur. Sjá hvað er í kassanum. Ég held þetta sé bara sundpoki. Það er flottastur í sundi í sumar. Hérna erum við með eitt og annað. Þetta eru væntanlega slöngur ætlaðar í kælingu og olíu. Pakningar bæði á eldgreinina og 5 bolta út af túrbínunni. Og þó nokkuð magn af ýmsum fittings og svo hérna það sem ég var ekki alveg viss hvort væri stöddar í 5 bolta tengið á túrbínunni. Já, hérna er væntanlega dísur til þess að setja inn í olíulögnina þess að passa ákveðið streymi. Ég veit nú ekki alveg hvað ég á að nota að þessu, það verður að koma í ljós. Það er hérna slefið af olíunni. Það er eitthvað annað.
Stuttermabólur. Ég er greinlega langflottastur. Arashi mertur í allt sumar. Þetta eru hinir og þessi gormar, mismunandi litaðir eftir stífleika, til þess að raða inn í wastegateinn svo að hann opni við ákveðin þrýsting. Það er að raða þessu saman á nokkra mismunandi vegu. Þetta eru þrjár stærðir af gormum og minnir að vera 2 eða 3 stífleikar í hverri stærð. Það er að raða þessu saman til þess að fá optimal opnun. Hérna er svo turbínan. Það er 3 tóma innlett. Point mill hjól. Ekki til slag. 2 keramik kúlulegur. Skeiðin. Þannig að snúa þessu öllu allt saman. Þetta setup passar ekki fyrir patról. 2 tóma outlet. Hérna segja þeir reyndar AR 0,6 en ég keypti hana sem 0,57. Veit ekki. Sami fláns inn og út. Þetta rúlar vel, ekkert slag, auðvitað glænýtt. Þetta er flott. Og leiðbeiningar. Það er við þessu. Það er spurning stærðina. Það ná í gömlu með hana við.